Ráðstefnustjóri, ráðherra, ágætu ráðstefnugestir, svakalega var ég ánægður með að ráðstefnustjóri skyldi láta standa upp. Ég var búinn að ákveða að gera þetta því ég maður hugsað til hans Gulla Bergmanns, vinar míns heitins. Hann hefði sagt þetta hefði drepið alla að sitja í klukkutíma og 1 klukkutíma og 3 korter að standa upp. Og til þess að ég fengi ykkur athygli þá ætla ég að nota þetta sem tromp, en það búið að bretta mér núna. Var eitthvað við, ég ekki skemmtilegur, þannig að þið verðið að líða það að hér kemur fulltrúi hins efnahagslega og flytja hvað það hefur áhrif á á samfélög. En mér þykir vænt það að menn hafi fengið mig til að koma hérna, ég mætti á nokkuð þing og ég sagði nú það í morgun þegar dóttir mín spurði pabbi hvað ertu að fara að gera, ég sagði henni það að ég var að fara að flytja fyrirlestur á umhverfisþingi. Já, og hvað mæta margir? Ég segi þetta svona eitthvað 100, nokkri skrýtnir og svona. Og svo fór ég að lesa blöðin 400 og ég sagði bara, hvað að gerast? Og ég fekk bara smá kipp í magann. Ég þarf að reyna að vanda mig í dag, en ég ætla að reyna það. En þetta sem sagt bara falleg mynd af Snæfellsnesi, eins og það nú yfirleitt allt fallegt. Og ég ætla að segja ykkur að Snæfellsnesið, eins og þið vitið, þá það í raun og veru, það hefur allt sem að Ísland hefur upp á bjóða nema hveri. Og rosalega fallega náttúru og náttúrulega skemmtilegt fólk. Þannig að þið sjáu þetta svona svæðið okkar. Ég ætla að reyna að vera fljótur og halda mig við tíma. Ég ætla að vera 14:50 og vita hvað því mér hætti til að tala svolítið mikið, gaman að hlusta sjálf á mig. Þannig að þjóðgarðurinn var stofnaður 28. júní 2001 á Malarrifi í afskaplega fallegu veðri. Ég man það svo hvað það var fallegt veðri og það var allt svo yndislegt heitt og fallegt og ég sagði að þetta nú bara gott mál. Og þegar við vorum hérna að undirbúa stofnun þjóðgarðsins á sinn tíma þá vorum við að fara í gegnum ýmislegt. Og þá var mann ég eftir því, og það hneykslaði mig svolítið, að menn sögðu já það getur nú bara áhrifin á það svæði sem þjóðgarður kemur inn á, getur verið alltaf 400%. Að ferðamenn og þeir sem heimsækja þjóðgarðinn, það mun aukast 400%. Ég sagði, já, þetta alltaf gott að reyna að selja manni þetta svolítið og svona, að 400% flott tala. Það sem ég ætla að reyna að gera hér á eftir og bara segja ykkur það, ég að reyna því ég svona kassalegur og línulaga, að ég þarf að reyna að geta reiknað út það sem Jukka var að segja, ég ætla að reyna að sýna ykkur fram á það, eitthvað að marka það sem hann var að segja. Og það gengur ætla ég í restina aðeins að fara inn á sem að mér var falið að segja raun og veru hvað þetta hefur áhrif. Það bara alveg í restina. En eins og ég segi, þjóðgarðurinn stofnaður 2001, það alveg orðið gífurleg sprenging inn á Snæfellsnesi, við að tala 150.000 manns, við erum að tala það hefur aukist mikið. Í dag erum við að tala 600.000 út á Snæfellsnes, 900 inn á Vesturland og svona 450.000 inn í þjóðgarðinn. Og þetta eru tölur sem ég ætla að sýna ykkur það, þetta ekki bara út í lofti. Og að því ég nú karlmaður á 60 aldri þá gleymdi ég það sem ég ætlaði að byrja á. Ég ætla að byrja að þakka henni Kristínu Lindu, forstjóra Umhverfisstofnunar, Jóni Björnssyni og Friðleifi Inga fyrir að hjálpa mér til að búa til þennan fyrirlestur því að bæjarstjóri í Snæfellsbæ, hann kann ekki að finna allar þessar tölur. Ég bara segi ykkur það. Þannig þetta allt meira stolið og stælt sem ég með hér. En ég tók þetta saman, tek það fram. En sem sagt, ferðaþjónustan hefur elst mjög mikið hjá okkur og það sem hefur gerst að það náttúrulega alveg gífurlegur fjöldi veitingastaða sem hefur orðið hjá okkur á svæðinu, mikil ferðaþjónusta og svo framvegis. Og allt þetta ætla ég að fara í gegnum á eftir. Hvað fæst með þjóðgarði? Ég að taka fram að þetta bara það sem ég datt í því ég skrifaði, það er svo margt annað, ég fór ekkert að googla það það gerð verndaráætlun sem alveg frábært eins og hefur komið hér inn í fyrirlestunum fyrru. Það farið að stýra fólki á svæðinu og það gerir göngustígar, bílastæði og svo framvegis. Það ferst formleg uppbygging innan svæðisins, það boðið upp á skipulagða leiðsögn innan svæðisins, það upplýsingagjöf og gestastöðu. Það vendun til dæmis var mér bannað að skjóta rjúpu þó Gurrí vinkona mín sagði að það hefði átt að setja sérstaka samþykkt inn í þjóðgarðsstofnunina að það myndi ekki ógna stofnuninni ef mér var leyft að skjóta. Ég var mjög móðgaður. En hún hló mikið og hafði gaman af og það var ég ánægður. Farið var náttúrulega uppbyggingu einstakra svæða inn á garðsins, komið fyrir salernum, áningarstaðið byggður upp. Þetta áhugaverður staður að heimsækja af því að það eins og kom hér fram áður. Ef þú stofnar þjóðgarðum eitthvað svæði þá hlýtur það að vera eitthvað sem að fólk vil sjá. Það eitthvað merkilegt inn á þessa svæðis. Og það er tekin ákvörðun hvar á að beina fólki og hvar á ekki að beina fólki og það fylgja svona starfsemi þjóðgarðs fylgja fullt af störfum og svo náttúrulega gerð öryggisáætlun sem skiptir náttúrulega gífurlega miklu máli að þeir gestir okkar sem kom inn á svæðið að það reynt að passa það að þeir fara sér ekki á voða eins og kom hér fram á síðasta ræðumanni.
Fjöldi starfa innan þjóðgarðsins, ég ætla að vona að ég móðgengan, en 2001 þá voru ráðnir 2 starfsmenn og 2018 eru ennþá 2 starfsmenn. Ég sagði þetta við umhverfisráðherrann, hann sagði, gleymir þú ekki einhverju? Jú, ég sagði það, maður þarf ekki að segja alltaf satt, sagði ég. Það búið að fjölga náttúrulega landvarðavikum á móti og ráðherrann náttúrulega mjög glöggur og minnti mig á það og ég lofa að segja það ekki alveg ósatt í því. Þannig að á móti hefur komið fjöldi landvarðavikna sem hefur náttúrulega hjálpað alveg gífurlega innan garðsins. Og núna eru nýmælega gestastofunir opin fram á áramótum alla daga, eða ekki, Jón? Fram á áramótum, það hefur ekki verið. Yfirleitt að þannig gestastofan, hún lokaði sem sagt helgar í október og alveg fram í apríl. Þannig að það svona breyting og ég mjög ánægður með það. Þetta allt hefur þetta sigið á svona til betri vegar. Þetta gerði ég nú af því að eins og ég segi, ég svona kall sem hefur gaman á tölum og vill reyna að geta reiknað. Þetta sem sagt frá því að, þetta vísur frá 2003 þarna, sem sýna umferðartölur út á svæðið, við Hafusvell, og svo þetta kannski sem nær okkur, þetta við Hraunsmúla og sýnir svona á skematískan hátt hvernig þetta hefur allt breyst og ég ætla næstu glæru. Og þá sjáum við það, því að ég var að gera grín að þessum 400%, þegar maður tala það að við það komið þjóðgarður, þá fjölgi fólki og mínir útreikningar sýna það, ekki útreikningar, bara tölulega staðreyndir sýna það 344% aukning frá að þjóðgarðurinn var stofnaður, aukning bíla inn á svæðið. Og svo sjáum við vetrarumferðina og svo og meðaltalið yfir árið. Þetta mynd við Djúpálasand, þið sjáum hvað við erum að glíma við, sem bara verkefni sem við þurfum að leysa og við okkur finnst ekkert leiðilegt að vera vinsæl út á Snæfellsnesi, það get ég alveg sagt ykkur. Svo bara til að segja ykkur að því það kannski ekki allir sem átt á því að Snæfellsjökullinn náttúrulega rosalega fjölbreyttur og skemmtilegur áningastaður og þetta bara hluti af því sem þú getur séð inn á þjóðgarðsins og það sem ég ætla að koma næst að það náttúrulega verið mikil uppbygging síðustu ár. En ég ætla að taka það fram að því að menn að fara að ræða hér miðhálendis þjóðgarð eftir. Ég segi, það ekki nóg að gera alls konar áætlun verndun og svo framvegis, það þarf að gera framkvæmdaráætlun fyrir þjóðgarðinn. Ég var sá skemmtilega leiðilegur fyrstu árum í þjóðgarðinn vegna þess að alveg til 2009 þá var nánast engin króna sett í þjóðgarðinn nema bara í rekstur, ekkert í framkvæmdar uppbyggingu. Eftir 2009 þá breyttist það mjög mikið og hefur verið mjög gott og það skiptir öllu. Ég sé bara breytingur frá 2009 til 2018 þegar fjármunir fara að koma inn, hvað er hægt að gera og hvað við getum gert. Og það sem ég er svona að byggja þetta upp í þessum mínum fyrirlestri. Hérna sjáum við fallega mynd frá Sálþúfunni. Og eins og núna 2018 þá eru áætlað að fjöldi gesta sé 400 til 450.000 og þetta allt byggt á talningum. Og það voru komnir þarna 17.10. voru komnir 358.000 gestir inn í þjóðgarðinn og þar af 68.000 inn á gestastofuna á Malarrifi. 48% komu á norðanverðu og 52% á sunnanverðu og meðal dvalartími gesta var 2 klukkustundir sem ég finnst ekki alveg nógu gott. Ég vildi hafa þetta mikið lengra en það eitt af því sem við erum að reyna að gera inn á þjóðgarðsins, við erum að reyna að byggja upp fleiri bremsur og ég að koma inn á það eftir. Og það skiptir máli, reyna að tefja fólki eins mikið, reyna að höfða til fólks eins mikið, þannig að þá er ég að tala um samfélagið mitt, fái sem mest út úr þessu fólki. Þá er ég að tala út frá krónum líka, því það skiptir máli, alveg sem fólki finnst, peningar tala. Svo bara fleiri, bara til að sýna ykkur hvað þetta er æðislega fallegt hjá okkur og hvað við höfum upp á að bjóða, þannig að ég skellti þessari glæru með. Áætlaður fjöldi, eins og ég var að sýna ykkur á hann og segja ykkur frá, sjáu hvað þetta er bratt, fjölgunin innan þjóðgarðsins. Þetta er fjöldi gesta frá 2016 til október 2018 og þetta er bara alveg ótrúlegu fjöldi og ég er svo ánægður með þjóðgarðinn og Umhverfisstofnunina hvað þau hafa lagt mikla vinnu í að afla tölulega staðrænda vegna þess að það er rosa velvægt að koma inn á fundi eins og hér eða annar stað og menn eru að segja við höldum að þetta sé svona ekki svona. Fólk vil bara segja já en hvernig er þetta? Get ég reiknað þetta út? Og það er það sem að fyrir svona kall eins og þessi standi hér, ég þarf alltaf að vita, ég þarf að vita, er þetta reiknað þetta út? Og sjá þetta með tölum, þannig að maður geti sýnt fram á að það er eitthvað viti í þessu. Fjöldi gestastofunnar, ég ætla að koma að svona, þetta er afskaplega, ef þið hef ekki komið á gestastofuna á Malarrifi þá ég að koma þar. Hún er lítil og krúttleg, en ofboðslega skemmtileg og falleg og gaman. Þetta er sem sagt, eins og Sigurður Ingi ráðherra sagði, þetta er svona Snæfellsnes útgáfa af
af útihúsum, þetta sem sagt sambland af fjárhúsi og fjósi. Það eitthvað sambland sem hann segir sé vestlensk útgáfa. Ég byggði með sér fjós og sér fjárhús, en þarna var fjósið og fjárhúsins í sama húsi. Og þetta fjöldinn á gestastofunni, svona myndrænt, tölulega þetta svona, sjáið þið hérna 2004, þá voru 3000 manns. Og svo sjáið þið bara hvernig þetta kemur alveg niður og við erum komin núna í október í 68.000 og ennþá með 2 starfsmenn ráðherra. Maður verður alltaf að plugga inn þegar maður mætir og hittir svona gott fólk. En hann búinn að lofa með því, hann að skoða þetta mjög alvarlega og myndi mig á landvarðaveikurnar, svo það sem sagt enn og aftur. En þið sjáið hérna, þessi gestastofa opnuð 2006 þarna, hún var á hellnum á undan. Þið sjáið bara hvað svona uppbygging og annað hefur mikið að segja. Þetta skiptir allt máli. Og Malarrifi, fyrir þá sem með ung börn, endilega komið á Malarrifi, því að það svo fullt af skemmtilegum leiktækjum og það rosalega gott að fara hérna í göngutúr upp á Svalþúfuna, þar geta allir gengið. Unga fólki farið á Malarrifi og þar getið þið skemmt börnunum ykkar og leiðinni ykkur sjálfum, að sjálfsögðu. Yfirstandandi verkefni í þjóðgarðinum, það eru sem sagt framkvæmdir í gangi við bílastæði á Malarrifi, bílastæði á Djúpavogsandi, nýtt salernishús fyrir ofan vegamótin á Djúpavogsandi og það ekki tilviljun því að okkar draumur það að við munum yfir júní, júlí og ágúst munum við banna umferðir á Djúpavogsand nema með sérstakri rútu, þannig að það verði upp við afleggjar og það bara verði allir að leggja þar og þú tekur rútu niðrittir og uppyttir og þá getum við minkað umhverfissporið og annað. Þetta draumur okkar og þess vegna salernishúsið staðsett þarna og það framtíðarsýn í þessu og þetta það sem okkur langar rosalega mikið að gera. Svo kemur rafmagn í þjónustuhús í Vatnshelli og svo verður rafmagn lagt að Djúpavogsandi og í nýja salernishúsið. Allt þetta samlegðarhóð vegna þess að það verður að bæta fjarskipti inn á þjóðgarðsins vegna þess að það svo mikið fjöldi manna að menn vilja auka öryggi þeirra sem þangað koma. Síðan hérna bara mynda nýja salernishúsin. Ég rosalega ánægður hvað þjóðgarðurinn og umhverfisstofnun hafa valið flotta arkitekta. Ég svo hrifinn einhvern veginn arkitektum því að það skiptir máli að þetta sé ekki kofi, skiljið. Það sé eitthvað við þetta, þó að þetta sé salernishús, að þetta sé fallegt. Og mér finnst þetta mjög fallegt og svo náttúrulega afstætt hvað fallegt, en ég allavega mjög hrifinn af því hvernig þetta hefur verið gert hingað til. Hérna bara teikning af bílastæðinu á Malarrifi. Allt ég að gera að reyna til að sýna ykkur hvað uppbyggingin hefur farið fram inn á svæðinu og þetta að skila okkur ykkur. Það að koma fullt til okkar. Þetta nýjasta húsið sem kom hérna við Vatnshelli og ég verð að segja það hérna að það ekki að því að beðin það. Vatnshelli væri ekki til í dag nema fyrir elju eins manns, Árna B. Stefánsson, augnlæknis. Hann hérna bjartsýnismaður og ef ekki segja eins og var sagt fyrir vestan, fínt frekur og hann bað mig að reyna að redda sér eina helgi til að opna Vatnshelli. Það tók okkur 2 ár. Þannig að hann kunni þetta og Vatnshelli væri ekki opinn í dag og ekki aðgengur almenningi nema fyrir það hans frumkvæði því svo það sé sagt hér og hann á það fyllilega skilið. Hérna bara framkvæmdir sem langaði sýningur sem búin að vera í þjóðgarðinum í Skarðsvík sem eru Öndurnesi út við Skálasnagavita og svona hefur uppbyggingin verið síðustu ári, bara sýningur og það sem var sagt hérna vegna þess að skiptir svo miklu máli að stýra fólki vegna þess að það sem hefur gerst hjá okkur að til dæmis eins og við Svalþúfuna og annað að þar var það þannig að þegar var blautt þá fór fólk út allt vegna þess að það myndaði svona drullusvöð og annað. Leið og stígarnir eru komnir þó mönnum finnst þeir kannski ljótri í landi, sumir, en það hægt að gera þetta vel, þá gerist þetta þannig að fólki fer bara stígana og þá vendum við náttúruna allt í kring og ég get sagt, nefnt ykkur Arnarstapa sem dæmi og fleiri staði þar sem við höfum farið í framkvæmdir, þetta bara allt annað að sjá þetta. Landið, fólki hlífir landinu, þetta bara eins og rollur, það fer bara göturnar, það bara þannig. Þeir sem hafa áhuga á rollur, ég áhugamaður sauðfé, svo það sé sagt. Hérna langaði að sýna ykkur þessi mynd tekin í júní, þá sjáum við hvernig bílastæðið yfirfullt á Djúpavogsandi og þetta ekki á háannatíma og við þessu ætlum við að bregðast, við ætlum að færa klósettin í burtu, laga aðeins bílastæðin en draumurinn að fara síðan með þau upp þannig að það sé bara rúta yfir háannatíman og það getur verið rafmagnsrúta, það draumurinn þannig að vonandi gengur það upp eftir nokkur ár, innan mjög skamms tíma. Bara sýna ykkur þetta. Síðan Svalþúfan sem ég var að tala áðan. Það verður mikla framkvæmdir, ekki miklar, töluverðar framkvæmdir. Þarna sem ég var að segja ykkur sjáu þið, þetta mjög snyrtilegt og bara fallegt og virkar alveg. Náttúran, hún algjörlega frið í kring og þetta skiptir máli. Vatnshellir eins og ég var að segja ykkur frá hann var opnaður í
2010, alveg frábær og Árni seldi mér alveg hugmyndina þegar ég fór hún. Ég ætla, þetta svona eins og þegar maður bæjarstjóri, maður þarf stundum að gera meira og mann finnst gott. Þá þurfti ég hitta þennan skrýtna mann að mér fannst og hann dró mig onni í þennan hellinn og ég bara heillaðist og hann gat alveg selt mér þessa hugmynd og þarna var ég í 2 ár með honum að leika okkur. Þannig að það var eins og það er. En það var svolítið gott, þetta var eftir hrun. Þá voru allir svo tilbúnir að gera svo margt, en ég ekki viss að það gengi í dag. Og þarna sjáum við fjölda gesta í Vatnsfelli að fyrst var þjóðgarður með þetta og þetta var, þjóðgarðsfólkinu þótti ekki gaman að reka Vatnsfelli. Þetta var bara kvöð, það var alls konar fólk og svona sem vildi koma og það vildi koma á öðrum tímum við voru opið og svona. Þannig að ég tuðaði í því að þessu verkefni eru útvist til einkaaðila og ég var svo ánægð við Svandísi Svavarsdóttur og Kristínu Lindu að þær hlustuðu á mig. Að ég sagði, Svandís sagði, getur ég vinstri manneskja að fara að selja aðgang á náttúruauðlindum? Nei, segi ég, þú ert ekki að fara að gera það. Það fær bara enginn að fara inn með leiðsögn og búnaði og þá samþykkti hún það. Það er enginn að kaupa aðgang á Vatnsfelli, heldur þú farið ekki að fara ofan í hana með öryggisbúnað og leiðsögn og þið sjáuð þetta er útvist 2014 og þá sjáuð það komið í 40.000 manns. Þetta er frábært verkefni og Árna frænda mínum til mikið sóma, segi það enn og aftur. Hann átti þessa hugmynd. Síðan er draumurinn minn, það er þjóðgarðsmiðstöðin. Hún átti að rísa 2006. Ég er búinn að bíða allt þetta ár eftir hún sé boðin út og ég veit ekki hvað Kristín Linda hefur mikið þolað með. Ég hringi hérna 3 í viku, ég er ekki að ljúga því og síðast hringdi ég henni í gærmorgun klukkan 8 og átti hálftíma spjall þetta við hana og ég mun ekkert hætta því fyrir að ég sé útboðið, sko. Ég hafa engar ágjörð því, ég er mjög góður í að tuða. Þannig að þetta er sem sagt næsta verkefni okkar að það er að byggja þessa þjóðgarðsmiðstöð og það mun breyta alveg gífurlega miklu fyrir þjóðgarðinn, svo það sé sagt. Síðan er hérna Saxhóll, hérna langar að segja ykkur eitt, sjáuð myndina hérna fjær mér, hérna á norðan með mig, sjáuð stóru skemmdina sem rútan er. Þegar við vorum í þjóðgarðsnefndinni þá kom upp hugmynd það að fá stórvirka vinnuvél og laga sárið í Saxhólum. Ég náttúrulega bara var trompað og sagði bara nei, alls ekki. Og þá spurði fólk, hvað er að þér? Akkur viltu ekki laga þetta ljóta sár? Ég sagði, þetta á að vera svona til þess að unga kynslóðin sjái, ef við göngum ekki vel náttúruna, þá eru þetta afleiðingarnar. Þannig leifum bara fólki að sjá hvernig ef maðurinn kemur ekki nógu vel fram í náttúrunni, þá getur svona skemmt og svona fallegum gígans og þessum, þá verður það svona. Og ég held að þetta hafi verið mjög skynsamlegt hjá mér að berjast fyrir þessu og fá að hafa þetta svona. Síðan voru flottir arkitektar landslag sem að gerðu hönnuðu þennan stiga og ég er ekki alveg búinn með tíma, þá ætla ég að leyfa ykkur að sjá hérna í næsta vídeói og þeir fengu núna verðlaun núna í haust, alþjóðleg hönnunarverðlaun fyrir þennan hönnun á þessu stiga og nú kemur hérna, það er 2 mínútur og svo ætla ég að segja það sem ég var beðinn um að tala.
Sjáðu, þetta æðislegt. Hitt, það sem ég var beðinn að tala, ætla ég að enda á. Hver þá ábatinn fyrir okkur? Nú, ég er búinn að sýna ykkur allar þessar framkvæmdir sem hafa orðið inn á þjóðgarðsins og mjög miklar núna á síðustu árum og hver þá ábatinn fyrir okkur sem samfélag? Þeir halda því fram Jón að þetta sjá við 3 togara, hann er nú Ísfirðingur og var að sjó. Júkka segir að þetta sé þetta mikið og ég ætla ekki að deila það við þá, en það er sannarlega engin vafi að áhrif þjóðgarðsins á okkar samfélag er gífurlega mikil. Það er sko, eins og ég nefndi áðan, það er öll gistiaðstæðan, öll veitingahúsin sem hafa komið og fyrir okkur heimamenn við það að þessi þjónusta eins og veitingur og svo annað sem er opin allan ársins hring, við höfum þetta ekkert fyrir. Þannig að þjóðgarðurinn hefur haft gífurlega áhrif. Þá segir fólk, en er það ekki ferðaþjónustan sem hefur líka hjálpað okkur? Jú, auðvitað, ég ætla ekkert að segja að það er sjálfsögðu þannig líka, en þjóðgarðurinn er aðdráttaraflið. Hann sem er að kalla á allt fólkið að koma til okkar, þessa fallegu náttúru, auðvitað Kirkjufellið og fleiri staði líka. Þjóðgarðurinn er hvað ég segja, er svona aðaldjásnið okkar og það er það og þið sjáuð öllum tölum sem voru sýningur, það er engin vafi svo í svarinu spurningu sem ég var beðinn að koma og segja ykkur frá. Þjóðgarðurinn hefur haft gífurleg áhrif fyrir okkar samfélag, bæði nærsamfélagið og svo aðra í kring og allir, það má ekki segja það, flest allir eru ánægðir með þjóðgarðinn okkar, við erum stolt á honum, myndum aldrei vilja hafa þetta öðruvísi því þegar hann var að vera stofnað svo að fólk er þið vitlaus að láta þetta svona af hendi. Ég segi þetta er eina bestu ákvörðun sem verið tekið fyrir Snæfellsnes að þjóðgarðurinn hafi verið stofnaður og svo þakka ég fyrir mig.